Já, góðan daginn gott fólk, Heiðar Parkett Slípun Íslands. Heyrðu, það er ekki bara parkettinn, það eru dúkar líka. Hérna erum við svolítið skemmtilegt verkefni. Ég er með skrifstofur, það sem er dúkur á. Og það sem ég ætla að gera, ég ætla að taka dúkinn hérna alveg í gegn og þrífa hann upp, bónleysa og lita hann. Og svo ætla ég að setja glæru yfir litin. Ég ætla að gera þetta bara eins og nýtt, ég ætla að gera dúkinn eins og nýjan. Ég ætla að sýna ykkur aðeins gólfið. Svona lítur þetta út, þetta er bara hefðbundið svona skrifstofurými eins og við þekkjum og dúkurinn bara orðinn ljótur en ég er að fara að lita hann og þetta er liturinn, það er búið að sulla honum aðeins á gólfið en ég ætla að taka þennan dúk alveg í gegn, ég ætla að fylla líka upp í það eru svona gutt eins og ég sjáu og gera hann bara eins og nýjan. Ég lita dúkinn, þau vilja fá þetta í ákveðnum lit og svo setja ég glæru yfir. Geri dúkinn eins og nýjan. Sýni ykkur þá á eftir. Þetta verður allt annað líf, þið sjáu það. Jæja gott fólk, þá er ég búinn. Þá er ég búinn að lita dúkinn. Nú skal ég sýna ykkur hvernig þetta allt saman lítur út. Sjáu þið, gólfið. Sjáu þið hvað þetta er orðið allt annað. Nú er gólfið orðið vel grænt. Þetta er liturinn sem var valinn. Eins og við munið. Það glansa náttúrulega svolítið á þessu núna en ég er að setja síðan húð yfir til þess að gera þetta matt. Þannig ég ætla að taka þennan glans í burtu. En nú er dúkurinn bara orðinn eins og nýr. Sjáu þið. Er þetta ekki allt annað? Ef ég rýni hérna aðeins onni. Þetta er orðið eins og nýtt skrifstofuhúsnæði. Ég skal bara segja ykkur það. Allt annað að sjá þetta. Nýtt gólf. Það er ýmislegt hægt. Þið sjáu það. Ýmislegt hægt. Það er að lita dúkinn og gera hann bara upp. Í staðinn fyrir að skipta um.